Svo geti farið að hinn umdeildu vatnalög frá árinu 2006 taki gildi næstu mánaðamót vegna ágreinings milli stjórnar og stjórnarandstöðu hvaða leiðir skuli fara í málinu. Stjórnarþingmenn vilja afnema lögin en sjálfstæðismenn vilja fresta gildistöku laganna. Landeigendur öðlast eignarrétt yfir vatni á sínu landi taki lögin óbreytt gildi. Höskuldur Kári Schram skýrir þetta. Vatnalögin voru samþykkt á Alþingi árið 2006 en vegna ágreinings var ákveðið að fresta gildistöku laganna. Að óbreyttu eiga þau hins vegar að taka gildi næstu mánaðamót. Í lögunum eru réttindi landeiganda yfir vatni skilgreind sem eignarréttur en í gömlu lögunum sem enn eru í gildi einungis talað nýtingar og umráðarétt. Margir skilja þetta sem svo að í raun sé verið að einkavæða vatn á Íslandi. Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra hefur lagt fram frumvarp afnám laganna en málið hefur setið fast í iðnaðarnefnd frá því í vetur. Alþingi hefur nú aðeins tapar 3 vikur til stefnu. Segja má að hér sé tifandi tímasprengju að ræða því afar erfitt verður fyrir Alþingi að afnema lögin eftir að þau taka gildi. Ríkið geti þá lent í þeirri stöðu að þurfa að greiða skaðabætur til þeirra landeiganda sem missa nýfengin eignarrétti í vatni. Stjórnarliðar vilja afnema lögin og leggja síðar á þessu ári fram nýtt frumvarp. Sjálfstæðismenn vilja hins vegar fresta gildistöku laganna fram til áramóta. Mér finnst það vond leið því að það er búið að fresta þessum lögum í tvígang nú þegar og ef að þá að halda áfram þessum biðleikjum þá er verið að gefa því undir fótinn að það komi til greina að þessi lög frá 2006 haldi gildi í sínu en ég ítreka það að það stendur ekki til. Sjálfstæðismenn kalla eftir þverpólitískri sáttumáli og segja nauðsynlegt að eignarréttur verði skilgreindur með einhverjum hætti. Við viljum til dæmis ekki að hver sem geti vaðið inn á landareign hver sem og dælt þar upp vatni og selt síðan til útlanda. Það verður að vera einhvers konar eignarréttar fyrirkomulag á því. En við erum alls ekki að hefta á neinn hátt eðlilega notkun á vatni og viljum það alls ekki. Stjórnarflokkarnir stefna því að vatnalög sem sett voru árið 2006 og aldrei hafa tekið gildi verði afnumin áður en Alþingi fer í sumarleyfi en lögin taka meðal annars á eignarrétti landeigenda á vatnsauðlindum. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir ríkisstjórnin að stefna að þjóðnýtingu á eignum einstaklinga. Heimir Már Pétursson. Vorið 2006 í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks voru sett svokölluð vatnalög þar sem réttur landeigenda til nýtingar vatnsauðlinda á jörðum þeirra var skilgreind. Lögin áttu að taka gildi í nóvember 2007 en ágreiningur var þau í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sem þá var tekin við. Margir töldu nýju lögin tryggja eignarrétt landeigenda á vatnsauðlindum. Gildistöku laganna hefur því verið frestað í tvígang en þau eiga að óbreyttu að taka gildi 1. júlí næstkomandi. Iðnaðarnefnd afgreiddi frá sér stjórnarfrumvarp til loka umræðu á Alþingi í dag sem fellir þessi umdeildu lög úr gildi, þannig að áfram gildi eldri lög vatnsréttindi frá árinu 1923. Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins og Össur Skarphéðinsson tókust á þetta á Alþingi í dag en Össur var iðnaðarráðherra þegar gildistöku laganna var frestað. Bjarni sagði sveitarfélög og ríki ráða 60–70% vatnsréttinda í landinu en nú vildi ríkið hafa eignarréttin af landeigandum. Það blasir við mér að ríkisstjórnin vilji leggja núna upp með það að þjóðnýta vatnsréttindi landeiganda í landinu. Er það þetta sem að hæstvirtur iðnaðarráðherra fyrrverandi sér fyrir sér sem framtíðarskipulag þessara mála í landinu? Hinn gamli Sjálfstæðisflokkur, hann farin að gæjast aftur í gegnum tjöldin sem búið var að sveipa hann núna síðustu misserin að minnstakosti. Það verður gaman að sjá það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð því taki á Framsóknarflokknum hinum nýja aftur með þeim hætti að Framsóknarflokkurinn ætli að styðja Sjálfstæðisflokkurinn í þessari áframhaldandi einkavæðingar vitlausu. Ég minni á það að það sem að þótti helst til tíðinda þegar að Samfylkingin leysti Framsókn af hólmi í ríkisstjórn var að þá væri hægt að fara að einkavæða miklu meira. Því þá var sagt að þá loksins hægt að fara til dæmis að einkavæða í heilbrigðiskerfinu. Svoleiðis að hér kemur maður úr helsta aðstoðarflokki Sjálfstæðisflokksins í einkavæðingu og ætlar að dreifa athyglinni.